Heyrðu, ég skal hérna eitthvað vera með það. Ég var að pælja bara að halda utan hverjir skora og hverjir verja, sko. Já. Skrá þetta bara beint inn á skýrsluna. Já. Gera þetta einhvern veginn svona bara. Þú kannski tekur tapaða bolta og eitthvað svona auka tölfræði. Þessi er mjög góður. Þessi er mjög góður. Þessi er mjög góður. Hvað hérna, var ekki lefur 100 áhorfendur í dag, eða? Ég var að heyra það. Komin sko, það þarf náttúrulega bara að gera eitthvað reglur. Það þarf að koma bara, skilur útgerðum hvernig við ætlum að gera þetta og það þarf að samþykkja það. Svo hérna er kannski 50 manns hvorum megin eða eitthvað svona. Já. En það er ekki mikla... Ég held kannski að mætti koma einhverju, skilur stjórnarmenn eða eitthvað og vera hérna uppi eða eitthvað. Það getur vel að vera eitthvað þannig. Ég þekki fótboltar, með ekki vera 10 eða eitthvað, einhverju svona starfsmenn eða starfsmenn liðs eða... 10 eða eitthvað svona, skilur. Ég tók bara afreiksskóla harpessi hérna og lánaði, þeir eru voða þakkláttir. Já. Góðan daginn, kæru áhorfendur. Þá heldur Hafnarfjarðarmótið áfram, loka leikir í dag. Fyrri leikur dagsins, Stjarnan Afturelding og seinni leikurinn hérna 16:15 Darbíslagur, Haukar FH. Hér ráðast úrslitin. Með mér í dag er engin smá kannona, það kalla á stóru byssurnar þegar úrslit var að ráðast. Það er svo bikaróði Herbert Ingi Sigfússon, velkominn Herbert. Takk hérlega. Já, Jens var vant til látin, þannig að það þurfti stóra mann til þess að fylla í skarið. Já, við rúllum þessu upp Herbert, ég hef núll áhyggjur af því og þú gaman af. Já. Dómarar leiksins, það eru ungir efnilegi dómarar í dag. Hvað heita þessi góðu menn? Þetta er hann Þorvar og hvað heitir hann? Ég man ekki. Það stendur ekki hana. Þeir heita... Stendur ekki Gísli? Nei, ég man þetta ekki alveg. Ég fekk þetta í SMS-i hérna áðan. Friðrik byrjar að kynna liðin. Já.
Erfitt orð fyrir Friðrik hann í lokin. Já, erfitt. Það eru dómararnir Árni Snær og Þorvar Bjarmi. Þorvar Bjarmi. Sjáum hérna leikurinn fann á stað. Allt annað lið hérna í byrjun hjá báðum liðum frá því á 5. Já. Fyrsta skot í blokkina, þeir vilja fá eitthvað á þetta. Þetta var hann bolti eða? Nei, drópar í blokkina. Já. Birkir mæti, Gunni byrjar hérna á miðunni, skref. Stjarnan byrja með sitt sterkasta lið núna, eins og þeir byrjuðu gegn Haukunum. Þeir leyfðu svona minni spámunum að spila leik nr. 2. Já. Sem var mjög gaman að sjá svona back-up í hjá þeim aðeins. Sjáum líka það allt öðruvísi hjá Aftureldingu, sjáum að Þorsteinn Gautir kom inn, byrjar í horninu í vörninni og Guðmundur Árni mættur aftur. Já, þeir köstuðu svona í leginu leik, má eiginlega segja það. Já. Þeir voru með marga tæpa og meita og svona létu það bara einhvern veginn sigla sko. Og eru svo mættir hérna aftur með svona... En samt í rauninni að víti... Vel gert hérna, frábær sending Óli Bjarka. Sverrir Eyjólfsson með fyrsta marki í leiknum. Sjáum líka Stjarnan að saman stjörnuna, Óli Bjarki byrjar og hann kominn inn í vörnina, í 16 vörninni með Tandra, hann hérna frá Þór. Já, Brynjar. Brynjar. Þeir eru með 2-2 metra hérna, það geta ósvipað og við í Haukunum. Já. Treyst á sterka miðjublokk. Við sjáum samt að vantar ennþá hjá Aftureldingu, vantar ennþá Sveinn Andri og Bergvin. Bergvin sá hann hérna á hann, en við hóp í dag, eða ekki? Hann er alltaf hérna á bekknum í Galla að hitta hérna upp á hann. Já, hann er hana, já. Það fór eitthvað svo lítið fyrir honum. Þeir eru ekki með fullan hóp. Nei. Og við sjáum að Arnór kom í markið, hann var ekki búinn að spila mikið á þessu móti. Nei, spilaði í fyrri hálfleikinn á móti FH. Já. Búinn að spila 1 af 4. Þorsteinn Gauti, Birkir, Þorsteinn aftur, vel gert hjá Hafþóri, mætir á blinduhliðina, hann er út af. Það er bara út af, þetta er tapaði bolti. Já, og vörð til Stjörnunni. 2 mínútur búnar, 2 tapaði boltar. Já, Brynjar er mikill svona seinni bylgjummaður. Já. Ég sá í fyrra í fyrstdeildinni og sá hérna í fyrsta leiknum að hann elskar að koma ferðin á þetta í seinna tempóinu. Já. Ég er hrifinn að þessu byrjunlega Stjörnunni með þetta hörkulið. Já. Og örugglega bara og fjárfesta svolítið í þessu line-upi sko. Já. Hafþór kom frá IR og hérna Óli kom náttúrulega í fyrra á Tandri. Spurning bara hvernig standið er á Óla Bjarka. Já, gott skot hjá Óla, vel varið á Arnóri. Herbert heldur utan að markmannstöl fyrir hann í dag fyrir okkur. Það er gaman að sjá að Gunni Malla er að verða bara hérna útileikmaður. Hann er hættur að vera hornatittur. Hann er farin að spila miðju og skyttur núna alveg ítrekka. Fengum hans að sjá þetta í fyrra. Ég man alveg eftir leikjum í fyrra þessum Einarhandri notaði hann sem skyttu. Já, hann var svolítið mikið, hann náttúrulega kom mikið inn í bakur í vörn og var þá keyra upp svolítið, þannig að hann spilaði svolítið í seinni bylgjuna. Já, þetta geggjuð standið þessi gæi. Já. Það var svolítið, einhvern veginn fannst mér hann búinn á því á móti okkur. Náttúrulega líka bara erfitt, lítill mannskapur og eitthvað svona. Við sjáum maður allar hreyfingar hjá hann, það var mikið fyrir að stoppa hann, hann var sér ekki hávaxinn. Hann er að búa til stöðu fyrir aðra, hann er að stempla vel og losa bolta vel frá sér. Þorsteinn Gauti hérna á miðjunni, hann er þetta mjög skemmtilegur leikmaður. Já, hann er náttúrulega ekki búinn að vera neitt með. Meiddist á baki í úrslitaleik Ragnarsmótsins. Já, svona öðruvísi player. Já. Svona fjölhæfur, hann fer mikið beint upp, hann þarf ekki mikla flugbreytt til að skjóta. Já. Og hérna markmenn oft í erfiðleikum það. Já, það eru vel aftan í Birki hérna. Hann að taka þér á því. Já. Ég hef farið beint í 2 mínútur þarna, en hérna, það er gullspjald. Þetta eru alveg átök hérna þegar Birkir er að koma og Tandri að stoppa hann. Já. Við höfum aðeins fengið að sjá Stjörnuna vera í svona 5+1 völl líka. Þeir byrja í pöttuflattir í dag. Já, þetta er mjög vel gert hérna. Ja, þetta er skemmtilega gert. Þegar Birkir er að koma onni í vörnina og er að hérna spila boltana frá sér, þá mætir Hafþór á hárréttum tíma og neglir miðjumanninn og stoppar þetta. Spila hérna Kairó svolítið mikið, vilja fá og svo upp í Og hreyfing á Þorsteini, vel varið á Brynjar Darra, frákast, mark. Einar Ingi. Já,
Þeir héldu áfram. Þetta var vel gert. Tandri búinn að vera góður í þessu móti. Ég veist Tandri bara heilt yfir bara allra sterkustu leikmennir sem spila hérna heim í dag. Já. Bara segjast þess verð. Vítunum við, dómararnir að senda hann út af. Já, hann er með blóð. Já, menn geti ekki verið með blóð inn á, það er nú skýri reglur með það. Já. Eitthvað hérna verðist vera sprungið í vöru eða eitthvað slíkt. Græja þetta, er ekki góð sjúkraþjálfari hérna á kantinum? Jú. Áfram Gakk. 2-1. Stjarnan. Sverrir fyrir þristinn, Óli Bjarki spilar inn á vörð hérna. Birkir fyrir beint á hann, vítakast. Voru fljótir að refsa hann fyrir að vera ekki með Tandra inn á. Guðmundur Árni vítapunktinn, hann var líka hvíldur á móti Haugum. Mark, klikkar ekki mörgum vítum þessi gæi. Nei. Það læraði hann hérna í Haugunum eða ekki á sínum tíma. Hún slútt almennilega. Eða hvort það var á Selfossi. 2-2, það er jafnt á öllum tölum. Gjörsamlega öllum tölum. Afturhending með Monsa hérna í bakverði, svona aggressífum bakverði. Já. Og Gunni er að spila þrist í vörðinni, þetta er svona svolítið, spila náttúrulega oft svolítið aggressífa, koma út, Gunni á að mæta hérna í ákveðnum stöðum. Það er samt sjáum hérna Einar úti. Já. Þetta er svona... Þá munum við kannski sjá að þeir reyna að hafa... Fín skot hjá Hafþóri. Það reynir jafnvel að hafa línumanninn meira hjá Gunnar svo að Einar þurfa að fara út, sko. Já. Klaufalegt. Vantar svolítið takt í þetta. Já. Stjarnan keyrir á Óli Bjarki. Ekkert. Mér finnst þetta ódýrt. Já, ég veit ekki. Það var vel gripið á Sverri, mér finnst það bara snúa frítt og skjóta. En Sverri er ykkur að hreyfa. Annar kom í salina. Já. Jæja, þá erum við dottir í loft, konur í loftið aftur. Já. Það bara sló út hérna. Já, bara hreinlega sló út. Tæknilegur öruleika. Þetta getur gert í beinni útsendingu. Það getur allt gerst í beinni útsendingu. Allt gert í beinni útsendingu. En staðan er ennþá jöfn. Já. Það hefur ekki breyst. Nei. Það er búið að skora en... Hörkuleikur hérna. Já. Skemmtilegur leikur. Mikill hraði og kraftur í þessu núna. Já. Þorsteinn Gauti búinn að atkvæða mikill hérna undanfarið. Þetta er greinlegt að það er svona að fara að síga á seinustu æfingaleiki fyrir mót. Menn hafa komið meira tempo og svona aðeins meiri svona ákefð í þetta. Bara styttist í þessa veislu. Já. Það er náttúrulega bara 10. seft, það er að halda við hornið. 2 vikur. 2 vikur í undirbúningi viðbót og hérna kannski örfáir æfingaleikir á liðunum eitthvað. Já, ég var að heyra að geti jafnvel að 10. seft verði kannski ekki alveg mögulegur. Þeir eru kannski senkað einhverja 2 daga upp á út af nýjustu reglum. Já. Víti. Vítakast. Sveinn Hósi Rivera. Við erum með svona svolítið svona suðrænt þema hérna afturhalding núna. Með Hósi Rivera og Hafsteinn Ramos Roca. Það er 7-7, Guðmundur Árni kominn á punktinn aftur. Hann er kominn 2 mörk. Skora á einu víti hérna á meðan. Já, og 1 úr horninu hérna. Hann er verið bara hreinlega orðið markahæsti leikmaður leiksins sem að klára þetta víti. Já. Ég ætla að Brynjar verja þetta. Já, ég held að hann snúa hann fram hjá hann. Ok. Já, Herbert Ingi. Það er bara Nostradamus er hérna með okkur í dag. Það er bara þannig. Herru, já, 8-7. Afturhalding komið frumkvæða aðeins. Þetta eina mark.
Sjáum að 17 mínútur búnar, ekkert búið að skipta hjá Stjörnunni en Afturelding, hann er búinn að skipta hægri skiptu. Og línumann alltaf sóknarlega. Já. Spila mjög aggressíva svona 6-0, svona Ísland stæl svona. Já, sér að við erum náttúrulega með 2 hornamenn í fjórblokkinu, sko. Já, það kostar það að Sverrir er svolítið frýr hérna á línunni oft. Já. Það getur hlupið þarna fram og tilbaka. Ég sé Adam Thorsteinsson er byrjaður að hitta. Já, hending komin upp. Gott skot hjá Hafþóri. Ég hef kallað eftir að fá aðeins svona sterkari framistöðu frá honum. Hún har verið svolítið passífu fyrst mér, það sem ég sé það í Stjörnubúningnum. Mjög gott skot. Ég sé að liðin eru alveg að nýta sér reglunar hérna til í ídrasta. Þeir eru að nýta sér allt skiptisvæði. Við sjáum að Einar Ingi er á bekknum hérna varnarmegin og meðan Sveinn Jose Rivera er hérna hægra megin, sko. Já. Þorsteinn verður spila. Vítakast. Vítakast, hárrétt. Það dæmt þetta bara vel finnst mér. Já. Þá skiptaður við markmann. Tíminn stopp. Nú spyr ég bara, Herbert, hvað gerist í þessu víti? Þú veist nú algjörlega, þú með fullan rétt á því að koma með eitthvað teik á það. Er þetta ekki bara hérna klassíska vinstri fótur? Já, ég til í það. Bara hægri hendi, þú kannst ekki verið lengra frá því. Nei. Þetta skipti. En Guðmundur Árni er hreinlega komið 4 mörk, 3 vítum. Það sé að ska muna mikið hann var náttúrulega ekki með á móti Haugum. Já, hann er markamaskinn þessi gæi, það er bara þannig. Það er ekki margir leikir sem hann klárar hans að vera markahæstur í sínu liði. Gott að hafa svona menn í sínu liði. Já, var hann ekki liðið ásins í Óleysi fyrra? Jó. Það sem er minnið það. Vel spilað, þessi skorar. Dagur Gauta. Einn allra skemmtilegasti hóttamæðurinn í þessu móti. Virkilega svona gaman að fylgjast með hann. Já. Góð vörð til Stjörnunni, tapaði bolti á Gunna. Gunni er hann þreyttur, ég myndi fara að pása hann ef ég væri... Dagur Gauta upp. 10-9 fyrir Stjörnunni, þetta er fljótt að breytast. Já. Býttu við bróttisínu eða eitthvað? Nei, hann var eitthvað, meiddist eitthvað eins. Já. Guðmund Árni að fara hérna út af. Birkir Beinir að koma inn á fyrir hann og... Hafsteinn í hornið. Já. Stjarnan allt í einu komnir yfir. Það er nú ekki mikið markvarsla sem við erum að fá hérna. 2 boltar á lið. Nei. Það er ekki alltaf jólin hjá markmannum. Nei. Það er ekki eins og þegar maður var í þessu sjálfur. Alltaf 20-25 boltar var þér. Já. Það er breyst. Við sjáum að það fossblæðir hérna Sverri, þeir eru væntanlega að taka eftir þessu dómararnir hlutlega. Já. Svo hnéð á honum hérna, það er lekur úr þessu. Það er voðalega mikið eitthvað um þetta hérna. Já. Vel spilað Þorsteinni. Vítakast. Það er svona, þetta er að leggja eins varnarlega Stjarnan núna, það er að fá góð færi. Gummi eitthvað, hann er ekki... Nú kemur aftur snúllinn. Nei. Já, það er öryggir á vítalínunni. Já. Þeir eru búin að skora helming marka sinna á vítapunktinu. Já. Nú kemur skipting í markinu á Stjörnunni. Já, ég held hún eigi alveg rétt á sér. Þetta er 20 mínútur. Já. Adam kemur inn. Hann var góður á 5. Já, mjög fín. Og er bara hrikalega promising, efnilegur strákur. Bara frábært fyrir íslenskar handbolta í raun og veru að hann sé bara byrjaður á fullum krafti í íþróttinni aftur. Já. Við eigum ekkert marga 2 metra stráka á þessum aldri sem eru góðir. Sjáum hérna Arnór Máni kominn inn á línuna, Sverrir er að gera hnéð. Já. Varði hjá Arnóri Frey. Arnór er hörku kýper á deginu sínum, eitt svo allra besti í deildinni. Þegar hann er að halda teill. Já, það er svona aðeins loða við hann að klára kannski ekki tímabil. Já.
Hann með ágætt skemmtilega makkar líka, hann Brynjar, hann sama Ja, módel og Adam, er það ekki rétt hjá mér? Jú, 2002. Og svo náttúrulega Bjarki líka, þannig að þeir eru svona ágætist tríó. Já, þeir eru bara með fína kýpera sko. Hann Hafþór að mæta hérna blindu liðina, hann kom inn og hérna Þorsteinn. Þorsteinn, já, hann var markahæstur á 5. Já, strákur. hann fekk að skjóta svolítið að marki hérna á 5. Já, Ég ekki að taka hann stóra sínu þar. en það var kannski ekki auðan Garða Grísja. Nei, það var bara svo mikið svoleiðis. Já. Það er Kæró stuttur, en hann leggst þetta á milli, klipping. Aftan í honum, 2 mínútur hérna Brynjar, þetta er hárrétt. Það er hárrétt. Þeir hafa ekki stigið feilspor hérna á flautunni. Já. Ég er alveg til að sjá þessa dómara svona fara upp á svona alþjóðlegt level. Já, ég sá það hérna í EHF-peysum, hann að þeir allir sé ekki í ykkur svona Já, ég vona young bara, referee program eða ykkur. já, maður vona bara að það sé bara markið sér sett hátt, skilur. Já, já. Það er ekki ágætt að vera stór mála að vera góð dómari. Nei. Ef menn eru að æfa þetta af krafti og eru samstiga og pæla í hlutunum og... Við náttúrulega hefum fengið á ófáa leikina hérna í yngri flokkum. Það eru samkomið sjálfur sér. Maður hefur bara stundu séð dómar að vera efnilega og svo gerist ekkert meir einhvern veginn. Nei, nákvæmlega. En vonandi ná þessi langt. Klippingin hérna, Já, Hafþór kemur á. smá skref, Já. vikta þessu. Sjáum að afturlendinga eða Stjarnan er að ná að slíta afturlendingu svolítið þannig að það er Einar sem er að fara út. Varið. Já, fær fríkast þarna. Svolítið svona vítið ekkert fannst mér. Já. Ég hugsa að, Kannski ágætt dómur, þetta var svona milli típa einhver. svona Salamons dómur. Já. Áfram Gakk. Arnar Máni hérna á Gulli kemur línu. langt út. Hendin komin upp. Já, nú verður eitthvað að fara að gerast. Nú Gleitur Tandir bara komið skotið, það er Ólibergi. Það kemur einn klipping og skot. Já, það skot bara Nei. og varið. Fymta skot. 5. skot varið á orðinni, hann er aðeins að koma til. 33% svona ef starfræðin minn klikkar Já, ekki. ég verð starffræðin þín er eins örugg og bara... Já, ég veit í raun og veru ekki hvað sko. Svo örugg og danskan hjá þér. Já. Birgir Ben upp. Gunni, nei. Ég er hrifinn af þessu, að reyna að láta hérna stóramannin velja. Æfa í þessu. Hanna. Já, og verða menn að nýta þessi færi. Þetta er dauðafæri. Þetta er bara eins gott og það verður. Vel spilað. Góð sendi í honum hana. Það er leiklið. 11-10, 6 mínútur eftir fyrir hálfleik. Já. Sýnist hérna sé að Guðmundur Árni, hann fór bara hérna út úr húsi og ég get séð hann síðan hann meiddi sig eitthvað. Nei, veist það fengið eitthvað högg hvað framan á þumalí, fannst þið það? Já. Eitthvað svoleiðis. Þannig að það fór úr liðið eða Gæti alveg hafa farið bara beint upp á slisa og eitthvað, maður veit Já, það ekki. allir Bergvin hafi skuttlað hann kannski, því að ég sé að Bergvin er farin líka. Já, það hefur eitthvað gerst. Já. Þeir eru ekki með sjúka þjálfar á bekknum, Nei, Afturelding. hún var búin að vera í fyrstu 2 leikjunum en ekki núna. Já. Já, eitthvað lið þetta að vera með sjúka þjálfara með sér, þá held ég að sína Afturelding eins og staðan er og helst 2. Já. Þeir eru nú bara hver að fætur öðrum einhvern veginn tæpir og svoleiðis. En þetta er bara jafn leikur, við fáum bara hérna hörku leik. Hvernig er staðan í mótinu, Herbjörn? Hvernig lítur þetta út fyrir svona, þú ert mikill maður tölfræði Já. og örugglega búinn að reikna þetta fram og tilbaka þegar þekkir ég. Afturlendingin, þessi liðir eru rauninni bara Átt. úr leik sko. Já. Þetta með þessum tapleik sínum hérna á móti Haukum, svona stóra tapleik, þá stimplaði Afturlending sig svolítið út og Stjarnan náttúrulega ekki komið með sigur. Já. Þannig að það er bara í rauninni úrslita leikur á eftir sko. Það er bara hreinn úrslitaleikur. Já, Haukum nægir F.A. búið að jafntefli. tapa einhver síður þegar þeir gerir Jú. leik. Haukum nægir jafntefli og ef Afturlending vinnur þennan, þá þarf F.A. að vinna Hauka með meir en 10. Já, já, sjokkar er svo búinn að reikna þetta eins út. En ef Stjarnan vinnur þá er það bara, skilur það er nóg að vinna með einu. Já, ok. Þannig að það er úrslitaleikur, svona viljum við hafa þetta. Já. Það er ekki aðmælt að það er búin að taka 2 málma bara í ágúst. Ha, við þykjum það. Já. Þá
Þó þetta sé æfingamót, þá er betra Það þarf að að kenna- vera bara sterkur í æfingamótum. Ég hef enga trú á því öðru en það sé bara betra að hafa alla heila og allir sé að spila krafti í æfingamótum. Já. Þegar það verður að láta þetta rúlla saman fyrir Líka fyrsta þú leik. bara skilur svona, kennir ekkert einhverju svona sigurhefð einhverju, sko. Nei. Sterk fintan hann hjá Birki. Birkir er hrikalega Já. öflugur. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Já, Ég segi bara Guði sé lof fyrir afturhaldingu að hann fór ekki út. já. Þetta er algjör lykil maður. Það hefur ekkert breyst hjá þeim þó að það hafi fengið nokkra Það- nýja leikmenn. Það er bara, þetta breytir svolítið ímyndinni, sviðsmyndinni hjá afturhaldingu að hann sé með án hans. Já, en hans er þetta bara allt öðruvísi lið. Já, Það er að ekki nanda nærri því eins svona þungir og þéttir og öflugir. nákvæmlega, sko. Og hann er fýll líka hérna vartalega, þetta er svona solid leikmaður. Já, Það er gaman að sjá hann strák fara út einhver síður sem fyrst. já. Það var talað um hvað var að rýpa Esbjörg til Danna Já. og vera þá makker með Rúnari Kára. Já. Það klikkaði eitthvað, svo var talað um Frakkland líka en þetta hefur greinilega ekki gengið. Já, COVID sennilega ekki hjálpað. Ekki hjálpa til. Nei, Arnur er að verja. Vervalið í Arnóri Það er allt svona áþekkar markvörslur. Þetta er utan af velli og hann leggst þarna í þetta hótt með báða hendur. upp í vinstra hótt. Hann svona mætir á þetta bara mjög vel. Já. Svona aðeins kannski svona síðustu mínútu svona dottið niður hérna leikurinn. Já, svolítið hægst verulega á sig, Já. tempóið. Já. Þetta er náttúrulega þriði leikur á hvað, nokkrum dögum. Já, og bæði þessi lið voru náttúrulega að spila í Ragnarsmótinu síðustu helgi, þannig að þetta er þá sjötti leikurinn á einhverjum 10 dögum eða eitthvað. Já. Gott slúttarn úr horninu. Já, flottur. Adam varði þarna fyrirskotið vel frá Já. Birki. Ég hugsa að þetta verður svolítið svona hlutverki hans í vetur, hans Hafsteins. Það var svona að leysa af bæði horn og skittu. Já, þeir eru ekki í spesmálum ef það er eitthvað mikið á hann og Guðmundi. Nei. Ég vona sér lægi með hann. Þetta er nú með svona skemmtilegri hornamenn deildarinnar. Já. Og þú vilt bara ekkert vera að missa örfenda leikmenn út úr Nei, horniðinu. nei. Það er ekki Auðvitað Garðar Gresja þar, Já, sko. hans að hjálpa með máltækin. Já, þetta er svona aðeins svona aðlöðnum. Já, varst það lengi í Danmörku og svona aðeins að ströggla með þetta hlutum. Tapaði bolti, Leo stelur honum, Hafþór og vel var í Arnóri. Arnóri heitur. hann bjargaði sjálfum sér. Já, Nei, hann koma þér aftur, já, inn í hús. já. Þeir hafa, Hvað hafa verið að já, gera? hann heldur allavega svona, Rosalega hendin eitthvað. já, það er svona, það hefur eitthvað að gerst. Það er sennilega bara gömlu góðu liðamótin, farið úr lið. Já, það sé eitthvað svona, verið að kippa honum í lið. Já, Kippa þessu í liðin. yes, áfram með leikinn. Mónsir hérna inni og svo kemur Kæró. Þetta er vinsælasta kerfið í dag. Innlýsing með Kæró. Hefði Þorsteinn ekki bara mátt vera upp í lofti þannig? Jú, ég held að hann bara klára skotkvótan hérna gegn Haukum. Já, illt í öxlinni. Tók náttúrulega bara 350 skot af illri nauðsyn oft þeim leik. En hérna, hann á eftir að skólast mikið til hjá Gunnar þessi strákur, ég er samfærður um það. Það getur orðið hörku skytta. Birkir upp, enn er Hafþór að mæta hérna á Gunnar á blinduliðina á honum. Já, þetta er hárrétt. Ég svona hérna, veist, Gunni er náttúrulega ekki miðjumaður. Nei. Maður svona sér það í ákveðnum mómentum að vanta svona þessu upp á. Ánægð með þessa hérna, með þessa dómgæslu. Já. Góð vörð hérna Tandra. Þetta mæta stálinn stinn, Já. stundum er sagt. Tandri frábær varnarmaður. Já. Og Þorsteinn upp, skot. Já, fínasta skot hjá hann, voru erfiðri stöðu. Svona semi-fríkast þannig að hann var að skjóta þessu. Að því að hendin er uppi, Já, þá hugsa ég að hann hefði ekki fengið fríkast í hana. Já, Og Dagur, já vel Kom með snúllan klútað. þarna. Já, já, þetta er frábærlega gert. Ég er að verða hrifnar af þessum gæja. Ég Já. sá hann ekkert þannig mikið í fyrra, skilurðu. Hann alltaf var í káa og þetta var kannski ekki algjör veisla hjá honum alltaf í horninu, sko. Virðist falla vel inn í þetta og alltaf Patti ætlar sig reynilega að veðja hann algjörlega númer 1. Já. Og Gunni, góð stimplun, Þorsteinn upp. Þetta er Halla. vel spilað. Þetta er vel spilað. Hann
Þannig að þarna hann alltaf bara annari hæð en aðrir. Já. Ég held að þetta gæti alveg verið svona smá leynivopn að Gunna í ákveðnum leikjum í vetur sko. Já. Núna upp á staðan hérna 3-2-1 eitthvað. Já. Þeir falli ekki svo bara niður í 6-0. Já. Það er búið. 12-14. Það er hérna fríkast á búið, sjáum hvað þeir gera. Já. Nei, þetta var geggja skot hjá Tendra. Við erum líka með geggjaðan vinkil hérna á þetta. Þetta var bara smurðan innan á skeytin. Herru, afturling 2 yfir í hálfleik. Við hérna tökum stutta pásu og komum bara aftur. Gjörum það.
farnir aftur, sko. Hann bara farin aftur á Bergvin, alltaf. Gummi fór hann í hálfleik. Já. Það er spurning með... Jæja, setnangur hafinn, Já. Herbert Ingi, Já. 14 afturölding. Við sáum það henni í hálfleik að hann hefur eitthvað meitt sig mikið, hann Gummi, hann hérna bara Já, klæddi sig í og fór. við sendum honum bata kveður og Já. vonandi er þetta ekki alvarlegt. Nei. Alltaf leiðilegt þegar menn slasast í þessu. Við sáum hérna Þrándur komin inn á línuna hjá afturöldingu. Já, klaufalegt, já, Nei. alveg mörgur með einhvers konar tvígrip á þetta. Já, gefur Hann er mjög aggressífur í bakverðinum hérna, hann Hafþór. Hann virðist eiga að vera vel gert. Ég finnst Þorsteinn alveg frábær leikmaður. Mér finnst það svona skemmtilegu leikmaður. Já. Allt öðruvísi næri og öðruvísi hreyfingar. Já. Svona, oj. Stopp. Brynjar upp og þetta er hárréttur dómur. Afleiðing brots, það er ekki eitthvað. Já, það er raukt. Það er bara raukt. Fáum við að sjá þetta aftur. Ná þessu Bjarki, endursýndu það. Já, fáum þetta hérna. Það finnst raukt svolítið strangt svona í fyrstu. Það hrindir hann vissulega í loftinu, Ég hugsa að megi dæma, hann má dæma á þetta. Já, ég inn ekki þessum rauðu spjöldum, sko. Þetta er svona... Ég veit ekki. En þeir náttúrulega verða líka að læra sína línu fyrir þannig að það þýðir ekki að... Ég held einhvern veginn að þú þyrfti kannski að fara í aðeins einhvern veginn aggressíva rita til þess að fá En rautt, hann er í loftinu og þú hrindir honum, þetta er... Það er fín lína, menn láta þessu stundum líka bara vaða, skilurðu. En, herðu, þetta er dæmt svona allavega í dag. Þá er slæmt það er annar örfindi maður sem þeir missa. Já. Þetta er algjör game changer mínu mati að missa líka bara sinni besta leikmann sannlega. Já. Út af. 13-14. Birgir og Guðmundur, kannski tveir svona sterkustu leikmann afturhendingar svona fyrirfram. Alltaf lendir hann í áföllum hann Gunni. Gunni er maður átaka, áfalla. Já, ég held að það er sennilega ekki áfalla hjálpsamt eftir þetta, en æfingamót og svo leiðis. Hann hefur séð ýmislegt. Já. Hafsteinn fær þá bara meiri tækifæri inn í skyttunni. Hann hefur ekkert fengið að spila kannski mikið núna í þessu móti. En það munar, núna sér maður hvað munar mikið þá að Gauti sé með, Þorsteinn Gauti. Já, nú munar mikið það. Já. Það eiga Þorsteinn Gauta og svo hinn Þorsteinn unga hérna skyttuna til að koma inn eftir. Og Gunni þessi bara varinn. Glæsileg sendingir henn að veru á endanum. Hann klikkar. Adam er að verja þetta. Brynjar er alltaf læg greinilega, hann er hérna í vörninni. Já, það er ekkert af honum, hann hendir nú ekkert svona kannski alveg beint á hnakkarum sko. Nei. Það verður gaman að sjá þennan strák, hvernig hann á eftir að dafna hjá Patriki og Brynjar. Búinn að vera hjá Þór Akureyri og alveg með fullri virðingu fyrir þeim og allt það, þá ekki að Patrik sem komið lengra í þjálfun heldur en þeir þjálfarar sem verið hafa þar. Leo er gríðarlega góður slúttari. Maður sér hann ekkert oft klikka svona færum. Nei. Uppalinn í HK. Uppalinn í HK. Maður sennilega lært mikið á tengdamóðusinni. Já. Ég finnst það líklegt. Í 7. flokknum. Já, bara dagstælega. Dagstælega líka. Dælu og hamstri. Hann er flottur. Já. Var í Svíþjóð í nokkur ár. Já, í Malmö. Malmö. Afrikast. Leo har aldrei verið með sama þjálfara 2 ár í röð. Hvernig finnst þið það? Hann har verið með 8 mismunandi þjálfara á 8 árum. Það er magnað. Það er eiginlega magnað, ekki margir sem að ná því held ég. Toppa það. Þorsteinn Gauti. Þetta er svolítið lélegt skot. Frákastinn. Þrándur er frákast og óður. Adam strax kom með 2 bolta hérna. Já, Adam lítur vel út.
í seinna hálfleik. Það var gaman að sjá hvort hann nái stöðunum bara af Brynjari. Bara syndilega hann skildi hafa hægt á sín tíma. Já, við sammála Gunnar, þetta er að skrefa Hafþór hérna, það er að flauta þetta fyrr. Nú ekki að fá stimpla boltanum á 7. og 8. skrefi sko. Fyrir áhorfendur þá kannski sjáu þið hérna Hafþór, hann er hérna ómerktur, þannig að það er hann sem við erum að tala um Hafþór. Já, hann er númer ekkert, skráður númer 34 á skýrslu. Já, hann er eitthvað að rifna bólur hans eða... Já. Ég þekki Hafþór rétt á gætan alveg hafa glemt honum bara. Þetta er ekki útilokað. Hjarta með sér sterkasta liðinn og hérna svonarlega. Já, þetta er vel gert hjá honum, þetta er vítakast. Já, komið langt inn í teig. Hvað segirðu, þetta var boltinn? Já. Fyrir mér er þetta svo einfalt að ef þetta hefði verið að flauta mark, þá var þetta líka að væri skot. Það er alveg nokkuð til í því. Er það ekki? Kemur Leo á punktinn. Já. Þeir hafa ekki verið að klikka í vítunum í dag. Þeir eru slætt af vítum og hvert verður betra. Enda engin ástæði til þess að vera að klikka víti. Nei. Það er ekki flókið. Bjarki byrjar að hitta. Engi varnarmaður fyrir framan þig á 7 metrum, þetta er dauðafæri. Gunni. Já, Þorsteinn. Góð vörn. Sjáum þetta svona verða aðeins styrðara hérna hjá þeim. Já, svo er þetta, menn stífna bara upp sko, skilurðu. Eins og Gunni, hann ætlar að spila ekkert eðlilega mikið sko í þessu móti. Þetta voru enn að haffa mæta hérna, hann veist alltaf koma þegar þeir stimpla frá hægri til vinstri. Það mætir þeim. Hvort þetta er eitthvað upplegg sem kemur til með að vera alltaf eða hvort þetta er eitthvað svona áhersla í þessum leik, veit ég ekki. Þetta er kannski... Lélegt skot hjá Hafsteini, vel varið á þetta. Já. Andri. Új, gott skot sem Brynjari. (16-15) stjarnan. Ég grunar að þessi áföll sem Afturelding er að lenda í hérna verði bara of mikið fyrir þá. Patti hefur ekki mikið rúllað í þessum leik. Nei. Er það ekki rétt hjá mér að Sverrir hefur aðeins farið út af og hann er bara því að hann var blóður og hann bara að spila. Já. Tandri er búinn að spila allan leikinn. Brynjar náttúrulega skipti vörn og sók við Ólaf Bjarka. Já, það er svona, veist, er það ekki bara allur ótrygginn sem verið hefur í þessum leik og þeir hafa skipt um markmann? Er það ekki bara svipað og hann gerði á 5. daginn? Jú. Og svo sett hann einn leik á hinna, í raun og veru, heilan leik. Það þarf líka að koma sínum sterkustu hestum bara í topp spilform. Það gerist ekki nema að spila mikið og samfleytt. Það er gaman að sjá hvað Haukarnir gera eftir. Þeir hafa rúllað gríðarlega vel á sínum mannskap. Farið í gegnum leikina algjörlega með 14 leikmenn og allir spilað og tekið þátt. Ekki voru þeir nú í erfiðum leik á 50 daginn. Það er ekkert að segja það. Monsi hefur alveg sloppið til hérna í bakverðinu. Já, mér finnst það búinn að vera að lúka bara nokkuð öruggur hann í þessu. Já, vel spilað. Léleg vörn hjá Þorsteini Gauta, hann gefur alltaf mikið færi hérna alltaf að lausu finnst mér. Það er ekkert að gerast þannig. Já, mér finnst þetta, einmitt meira Þorsteini að kenna heldur en Monsa, sko. Já, þetta er bara óþarfa hjálp. Og svo yfir... Góð vörn hjá Leo. Nei, býttu nú við, hvað er að gerast hér? Andlit á Gunnar Mann. Hann segist alls ekki að fara í andlit á honum. Tveir Þórsarar að kljást. Við vorum aðeins einir að panta þetta. Þannig að hann hélt allan andlitið á sér en Gunnar... Bjarki tæknir tröll, hann notar bara að vera á tánum. Lesa salinn aðeins betur. Hann tekur þetta á sig. Já, Gunni.
Þorsteinn Gauti. Þetta hefði Gunni... Og þetta var afar athyglisverð sending hjá Þorsteini. Hopp. Þeir eru alveg þegið að vera með örfundan hann í tölunni. Já. Áfram höldum við 17-16, þetta er svona sem hnífi aftur þá, þetta er ekkert búið hjá afturreitingu. Sama lið bara hérna áfram. Já. Stjarnan keyrir á sínu besta áfram. Vel gert hjá Óla Bjarka, góð vörn hjá Einari. Patti vill að vinna í tíma, var ekki strax í aðgerðinu færri. Sjáum að það eru ekki margir skiptimennir eftir hérna á bekknum hjá afturöldingu. Nei, það er nóg pláss fyrir það. Já. Tandri. Þeir ná vel að halda þessari reglu. Þeir eru rosa mikið í þessu klippingu Stjarnan. Já. Einfaldir og tvöfaldir klippingu. Svona, maður er svona aðeins fannar að lesa þetta stundum. Já. Dagur 1-1, missir hann. Tapaði bolti. Tapaði bolti, lögulegt til degi. Hvað gera þær hérna í annari bylgjunni? Stilla upp. Ætla bara að fá kerfið hérna einum fleiri. Það er eitt sem afturreitingar allavega með nóg, það er gott stand á línumönnunum. Þeir eru með 3 góða línumenn. Kemur hérna Kær og hann sem miðjumaður leysir inn. Nei. Þetta gerist oft. Er þetta ekki tvígrip? Býtum við. Nei, hann var ekkert búinn að dribbla. Ok, þú segir nokkuð. Það leit bjánanlega út. Já. Ég tók ekki eftir því. Monsin úr erfiðri stöðu. Vel slúttað. Setur hann létt yfir hausinn. Svolítið óþarfi Adam að vera að gefa hann svona mikið pláss á nærhornið þarna finnst mér. Það er þröngt innskiluru. En hann á eftir að sanga í sig reynsluna í vetur hann Adam. Það er tildulega nýbyrjaðar aftur í sportinu. Þeir ná hérna að halda í við á. Áfram hérna. Hörkuleikur. Gefa þessu hörkuleik. 17-17. Óli Bjarki leysir inn. Já. Nei, hann leysir ekki inn. Svona feik. Já, feik leysir inn. Feik leysir inn einhvern veginn. Inn og út. En samt fer hann ekki inn. Já, eitthvað bara. Áfram Gakk. Áfram. Já, skot. Veitir nú við, þetta fannst mér soft. Þetta hefur ekki verið víti hingað til í leiknum finnst mér. Það þarf að gera aðeins meira finnst mér. En þetta var svona 70% víti. Já. Þeir hafa verið duglegir að dæma víti í leiknum svo sem. Já. Og þau hafa öll hingað til verið nýtt. Hvað gerir Leo? Hann klikkar ekki frekar fyrir daginn. Nei. Hann er bara orðinn markahæstur í Stjörnuliðinu með 6 mörk. 6 mörk. Leikli og Gunna. Leikli Gunni. Ég heyrist að Friki Mike sé líka að koma mjög vel undan vetri. Sumri. Sumri, já. Og kemur inn í veturinn. Kemur gríðarlega vel inn í veturinn. Sjaldan verið betur á mæknum. Það er að gera að lýsa þessu vel fyrir þessar fjölmörg áhorfendur sem hérna. Segðu mér Herbert, hvað sæti ætlar að teikna þessi 2 lið inn í Hólisdeildina? Hvernig ætlar að power-ranka þau svona fyrir mót? Ég myndi... Ef við gefum okkur það afturökti sé ekki með 7 menn meidda, skiljum við. Já, ég myndi setja þau hana í baráttunni, hvað segja... 3-5. Já, 4-7. 4-7, bæði 2. Já. Þetta eru svona lið sem geta unnið alla. Já. En geta líka ef þau hitt ekki á daginn, tapa fyrir öllum. Já, og svo reynir ofta á breidd ef þú ert að safna stigum. Það reynir ofta á breidd yfir langt tímabil og það er afturölding kannski með breiðari hópi Stjarnan. Já, Stjarnan, já. En Stjarnan kannski með ívið sterkara byrjunarlið, má segja það. Já. Mér finnst þeir með mjög góða fyrstu 7. Svo er alltaf markvarslan rosalega stór þáttur í þessu. Já. Það ætti afturölding að vera aðeins kannski betur settir. Já. Svona fyrirfram. Fyrirfram. Það er eftir að spá í þetta. Svo veit maður ekkert. Þorsteinn Gauti fær smá pásu og nafnans Þorsteinn Leo kemur inn á. Gunni þarf enga pásu. Nei. Það er ekki hægt að búlja hann í pásu. Hann bara tekur ekki pásu.
þykkur þessi mínútu leikli einhverjum hálfleik. Já. 1, 2, 3. Svo spilar hann bara. Já. Þetta er ekki vel gert hjá honum Hafsteini. Dagur, sérðu þetta? Jú, þetta er vel gert. Afsækja orðbræðið. Það ræður enginn við hann að opna velli, hann er bara eins og randafluga. Já. Ef það má nota þá skemmtilegu líkingu. Já. Góð vörn. Já, þeir eru vakandi og massífir í vörninni Stjarnan. Sjáum líka þeir eru, veist, svona farnir að vera aðeins passífari, sko. Já, við sáum Patta náttúrulega að það var með Selfoss alveg ítrekað að vera skipt varnir og svona. Hann kannski er ekki alveg með þannig lið núna. Nei. Þar varstu með menn eins og Elvar og Hergjur og fleiri sem geta spilað marga stöður. Varnarlega. Svona aðeins þyngra lið Stjarnan kannski. Já. Ég held að þetta sé þeirra sterkasta vörn svona 6-0 lengur. Já. Við sáum það svolítið í 5-1 á Selfossi, Ragnarsmótinu, með stóra mann fyrir framann. Já, hafa verið fyrir Tandra og Brynjar hérna fyrir framann. Já. Þetta hérna lítur bara ágætlega út hjá þeim. Já. Áfram Gakk, 19-18. 43 mínútur og þeir eru ennþá á samanliðinu nema línumenn eru búin að skipta aftur. Já, Goði nú eitthvað að hreyfa sig hérna. Já. Hvort hann var sagt að hreyfa sig, að hitta sig eða ekki, veit ég ekki. Gæti alveg trúa að hann sé að koma eitthvað aðeins inn hérna fyrir Óla. Þetta var bara vel lesið. Rosalega lág. Já, ef að Hósið gæti hoppað aðeins herra þá hafði þetta sloppið til. Hann var eiginlega bara lentur þegar hann blakkaði honum út. En hann las þetta mjög vel. Já. Dagur leysir inn. Já. Leo. Já, vel gert Leo. Já. Læsilegt. Áfram Gakk. Ég vil fá aðeins meira svona Hafsteini hérna. Hann verður aðeins að svona íta við Birki með einhverjum smá framistöðu. Já. Svolítið að fella á klikkaskotum. Má svona tréhestur einhvern veginn svona í honum. En ungu strákur. Við erum að sjá fullt af Fjölnismönnum hérna inn á vellinum. Já. Já, þú ert með Hafstein hérna að koma frá Fjölni og þú ert með allavega 2 í Stjörnunni. Arna Mána línumann og Goða sem er að koma inn hérna eftir smá. Og Bjarki var í Fjölni þótt hann sé uppalinn í... Já. Sjáum hérna Goði kominn inn á. Já. Hann spilaði vel á 5. Já, bara flottur. Já. Kemur inn í bakverðin hérna varnarlega. Arna Máni líka hérna inni og þeir taka þristinn saman, Brynjar og Arna Máni. Þeir eru úr þessum sterka 2000 árgangi Fjölnismanna. Slengtur í Fjölni að missa alla þessa stráka frá sér. Þetta er bara dýrt að falla. Menn fara ekki upp og niður og aftur niður með liðinu sínum. Menn vilja athuga hvað þeir geta. Nákvæmlega. Tværmyndur? Nei. Maður þetta bara rétt. Já, ég hugsa. Svona smá leikræni tilburðir í þessu hjá Mallaranum. Smá leikþáttur. Já. Það er bara mikilvægt að hann sé góður leikþátturinn ef að menn eru með hann í gangi. Já, fyrir spaðinu að koma upp. Já. Það er ekki mörg mörkin sem við erum að fá hérna í seinni hálfleik. Nei. Hægst svona verulega á þessu. Já. Ekki segja það sé svona eðlilegt dálítið. Hafsteinn að tapa boltanum aftur. Já. Það var alveg frýr hérna en þetta var líka hrós á Stjörnunni. Þeir eru mjög svona alert eins og maður segir á slettunni. Þeir eru reddir svona í sendingarnar. Já. Hversu mikið töpuðum boltum? Hefur haldið dampi í þeirri talningu? Afturhaldingu 10 bolta. Já. Og Stjarnan 3. Já, 3 tapaði boltar í æfingarleik. Það er ekki neitt. Það er líka bara munum við sjáum það að þeir eru með 8 varin skot sko hérna afturling, menn hinn eru bara með 5 sko. Stjarnan ákvað að hendi 1. Já. En nota bene að þeir hafa spilað sín sterkasti lið allan tíman. Já. Tandri og Óli Bergi eru náttúrulega ekki að kasta á þessum boltanum endalaust sko, þetta eru bara góði leikmenn. Já. Tandri fær verðskuldaða hvíld held ég núna. Já. En góði kemur kaldur inn og kemur strax með eina slaka sendingu. Já. Hafþór með frábæra sendingu hérna í horninu og Leo. Og Leo klikkar.
Ég hugsa samt að þessi sending hafi átt að fara á línuna, ekki á Leo. Já, ég ætla bara að gefa Hafa þetta. Hann er ótrúlegur. Og Hafsteinn með slagt skot. Já, hann er ekki alveg að finna sig hérna. Já. Það passa maður að taka hann ekki alveg að lífi hérna. Nei. En hérna... En hann þarf líka kannski að spila sig aðeins inn í nýtt lið og svona. Þannig að það er kannski ekki... Já, en sama skapið þá þurfa menn að nýta sjansana sína. Já. Það er bara þannig. Þú færði ekkert marga kannski. Nei. Eins og hann, Birkir náttúrulega frábær leikmaður. Ég er bara besta hægra skítan í deildinni, Já, sko, já. með þeim allána. Já. Gunni kemur á, já, kemur bara á þetta. Það er ekkert að standa pödduflatur á hann. Þetta er Nei. alveg gæi. Tilfinninguna Gunni væri alveg til í að spila í hlýraból. Hann þætti ekkert eitthvað leiðilegt sko, það er ekkert vesen. Gömlu AG-búningarnir, þeir væri skemmtilegir fyrir hann. Já, ég sé að hann er svona að bretta ansi vel upp á armarnar. Óli. Úff. Þrándur, það er líf í Þrándi ennþá. Já. Það var svona semi-hættur, Bjarni Fritz dregur upp á afturlappirnar í IR hérna á sín tíma og þá var hann bara byrjað að æfa með einhverju, hvað heita þér hérna í Mosfellsbænum, Hvíti Riddarinn. Já. Svo verður hann bara einhvern veginn fundið neistan aftur. Já. Það er nætti ekki náma 32 held ég eða eitthvað, 88 módel. Það er hann, hvað sérum? 88 módel. 88 módel, já. Það er bara misið hvað menn svona nenna þessu stundum og hann var allavega svona aðeins farin að íhuga að hætta. Hann hefur viljað klára þetta á heimaslóðum. Já, ég meni þetta ekki ágætis leikvið með að vera að æfa handbolta. Já. Bjarki er hérna í markinu hjá Aftureldingu núna. Já, Gunni kemur 1-1 á Leo. Þorsteinn upp, stöng. Keyrir í bakið á þeim. Brynjar er mikill svona setjubylgjum maður. Já. Hann á að leysa þetta vel. 21-21, það er ekkert gefið eftir hérna. Timeout Stjarnan. Timeout Stjarnan. Það er bara tímítur eftir, jafn leikur, þetta er bara... Við höfum ekkert fengið svo Pétur Árna, þeir hafa nú spilað svona svolítið 50-50, þannig að það er bara að gefa Hafþór þennan leik til þess að... Og ekki heldur hotnamenninir hafa spilað Já, þeir spiluðu 25 hérna á móti Hauk, þetta var svona 35-25. Frikki á mæknum hérna að hvetja áhorfendur til þess að styðja sitt lið. Já, það er alltaf létt í Frikka. Já. Það er svo mikilvægt að menn reyna að hafa gaman þessu. Já, það þarf líka sko, hann þarf náttúrulega að æfa sig, æfa frasana og svona, eins og leikmenn og dómarar. Já. Hann er alltaf aðeins svona að spara voice-cracki svona, setni vettur. Eðlilegt kannski. Ok, nú ert þú í miklu sambandi við þríeggið. Heldurðu að það verði komin áhorfendur hérna á fyrsta leik? Þú bjartsýnn á það? Já, menn voru nú eitthvað að gæla við það, yrði komnir einhverjir áhorfendur hérna bara eftir helgi. Allan í fótboltanum og svona. 100 heyrði ég staðar. 100 heyrði maður ykkur og mest mætti vera 200 manna hólf á hverjum velli. Ok. Hvort sem það er íþróttahús eða fótboltavöllur, þannig að við bara höldum í vonuna. Það er nálgast þess tölur sem við kannski erum að vinna svolítið með þetta bara í... Já, ég kannski nú ekki alveg sko, en... Deildinni kannski 500. Já. Henda þessi upp í 500. Þá erum við góðir. Það er eina sem er svona... hefur áhyggjur af, það er kannski sko, það munur á að koma 100 manns hér inn eins og hér og Kaplakrika heldur en í Samýri eða skilur þetta svona aðeins öðruvísi. Vá, það eru 3 á Sverige hérna. Það er spurning sko hvernig menn viljast, því að auðvitað þarf sama gangi yfir alla en meðan húsakosturinn leyfir ætti nú að geta sko nýtt hann sko. Já, þetta kemur í ljós bara. Já. Komið på lús, eins og segjum á dönskunni. Já, áfram með leikinn. Það búið svolítið styrt hérna hjá okkur núna. Já. Hann flæði í þetta. Þannig var, hvað? Patti heldur áfram, 50 mínútur búnar og það er bara verið að spila á... Já, það var ekki langur tími sem að fekk hann góði. Já, stóru byssunum.
Elvari, Bjarki, Já, mætir í hótni. það eru mörg skotin þarna sem er búin að vera í vetur. Nei, í leiknum segi ég. Ég skáta þessa stráka alla í fyrra og Já. mér fannst Andri skjóta mikið þarna með inn á markið. Já, En hann er hins vegar svinslega fastur á hittinn. já. Áfram Gagg, Þorsteinn hér, Já. yfir með boltan og Hafsteinn kemur á þetta, gott Hanna, skot. vel gert. Ég ætla að Mætir vel nýta- að bolta. Já, ég ætla að nýta það ekki verið að hrósa Hafsteinn núna. Já. Það var mjög vel gert, mætir á hann og neglar honum í fjær. Já, Og já. Aftur skiptaðar í markinu hjá Stjörnunni. Það er ekki búið að vera margir boltarnir þar. nei, ég sé alveg fyrir mér hérna Brynjar hérna í vetur, hann eftir að vera lykilmaður hérna varnarlagi hjá Stjörnunni og örugglega eftir að læðin 3-4 mörgum í leik á þessu öðru tempó eða Já. menn mætur honum ekki. Getur verið svona eins og Adami fyrir okkur. Já. Új, þetta var ekki dósið upp á skota hjá Hafsteinn á Já. það, bara upp og vingill. Með þráinn alveg í bakkinu en það var bara ekki þránd. Það var bara ekki nóg. Þorsteinn Gauti kemur núna inn á hérna. Hafþór með 3 mörg, Já, Leo með 7 og Dagur með 6 hjá Stjörnunni, Já. langmarkaðistir. Guðmundur Árni ennþá markaðastur. Já, 4-3 vítum. Já. Og tjekkinn hanna. Það var náð að losa. Ef að hefði, Herbert minn. Sjá á mundi. Ef að hefði, sjá á mundi. Jæja, maður má ekki hrósa of mikið. Hann var náttúrulega bara með En hann bara- Tandra, eitt Já, besta en- varnarmann deildarinnar bara í grillinu sko. menn Erfitt. Menn er bara búin að ákveða að skjóta fyrir löngu þetta. Já. Sennilega ekki besta hugmyndin að ætla að skjóta með hann í andlitinu. Nei. Það var örgulega skárra að skjóta allan yfir mig. Já, já. Ekki kallar Heppi Súla fyrir ekki neitt. Óðaleg stopp er þetta. Já, Já, eitthvað lítið flott komist á hann að leika einhvern veginn. þetta er búið að vera svona svolítið lengi að líða finnst mér hérna Já. fyrir morgun. Sjö og hálf eftir, jafnt. Já. Þetta er bara hörkuleikur. Brynjar kom aftur í markið á Stjörnunni. Já, það skipti hérna á hann. Löng klipping og önnur og maður og mann. Nei, jú. Vel gert Jóla. Ennþá kraftur í löpunum. Já. Patti stappar í hans stálinu. Hann þarf að fá mikið fyrir Ólafbjörk þegar veitur. Já, Það er alveg ljóst. Við erum mjög spenntu fyrir fyrsta leikinn Stjörnunni, Stjarnan Selfoss. já. Það verður mjög athyglisverður leikur. Patta, 2 svona eiginlega bara glæn ný lið í raun og já. veru. Ég sá að var æfingarleikur í gær í Vestmanni. Já, hvernig fór það? IBF Selfoss, mér sýndist Selfoss hafa unnið það nokkuð svona þægilega. Já. Þú getur svolítið talað Selfoss lífið svona fyrir og eftir Hauk Þrestarsson. Já, og Hauk og Elvar svona. Já, einhvern veginn. já. Já, smá bylta hérna. Já, 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 það er allt í góðu bara. Það er áfram Gagg. Bjarki kom með óvænta endursýningu hérna. já. Hann er að læra sér náðan. Ég tók hann í gegn hérna aðeins áðan og hann er bara búinn að hysja upp þessu buxurnar og er farin að koma með endursýningar aftur. Við sjáum að þeir eru búin að spila með sko eftir að Birkir fekk rauðspöldu. Þeir eru búin að spila með 2 línumenn allan leikinn. Já, já, það er það sem þeir eiga nóg af. Þrjá línumenn í hóp. Já,
spila á loftið á Hofstein, nei, herðu, vel gert. Það var ójafn leikur. Já, hann bara einfaldlega annarri hæð þetta Dagur. Dagur mjög ósáttur við sjálfan sig að hafa ekki gert betur þarna. Seldi sig kannski full auðvitað. 23-23, 6 mínútur eftir. Já, Óli Bjarki að leggja eitthvað upp hérna. Spjalla við Hafþór og spjalla við Tandra hérna eitthvað. Nú kemur eitthvað. Byrjar hérna hægra megin. Kemur þessi fæsla hérna. Já. Það sækir svo aftur maður á mann. Já. Þetta var ekki góð klipping. Nei. Hann verið fengið alltaf að taka bolta. Þetta er bara hárrétt. Hann bara missir hann einhvern veginn tvisvar í löppinu á sér. Það er bara þannig. Ósáttur með sjálfa sig hana. Já, þetta var klauðvöldið framdi. Já. Þeir eru alveg þegi eitt auðvelt ræðaflip hann. Já. Vel spilað. Frábær sending. Já. Sverrir með gott mark. Það er komið 3 mörk í leiknum. Já. Já, vel gert á Hofsteini. Það hann bara að nýta sénsana sína, Ebbi, þá var hann bara að gera það í þessu móti finnst mér. Fengið fullt af mínútur sem hann hefði ekki fengið. Já. Og er bara áræðinn og þorir að gera mistök og svo bara næsta skot og næsta séns. Já. Ég er ánægður með hann strák. Svona á að gera þetta sko. Ég er alveg samfærð á það að Gunni er að setja mikið power í að láta þennan gæja vaksa. Þú átt ekkert marga svona skrokka. Hann er með 5 mörk, hann er orðinn markaðistur. Já, bara flottur. Bjartast á vonin þetta? Já. Klárlega. Já, vel varðið að Bjarka. Já, nei, þeir neita að taka fráköst. Afturhaldingu, þeir eru bara hættir að taka fráköst. Já. Vítu nú við, hvað er þetta? Tandri kemur á, Óli. Sverri var frýr hann á línunni. Sækir breytt. Leo kemur með hann. Dribblar, leysir inn. Og aftur út, nei. Já, hendin er bara komin upp hérna. Þetta er bara, ég verð nú bara að segja það, Afturhaldingar er að spila frábæra vörðina og þeir eru að gefa þeim réttaðan boltan hérna aftur og þeir vilja ekki taka fráköst. Og hérna, þeir halda þetta út. Það er ekki bara skotið hérna, klippingskot. Hvað segja, 3 sendingar? Já, gefum bara klippingskot. 1 og 2, nú það bara eitthvað að gerast eða ekki? Ekki gefa henni frítt skot þarna á seinustu sendingu, strákar. Alveg fer þetta í taugarnar á mér. Bara eitt fríkast í viðbót og sóknin er búinn. Réttindur kemur upp, nei, Örfendur kemur upp þarna. Hvað skýtur hann? Já, það er ekkert annað eftir í stöðun en að skjóta, skilur við. Þetta er svo svolítið... Nú spyr ég þig. Hvað? Örfendur maður að koma svona breytt á völlinn, byrja rúsan. Fjær. Fjær er það ekki? Já, ef það er hægt að skjóta í fjær, þá er það yfirleitt í fjær. Já. Það er alltaf markmann alltaf svona lesa blokk. Ég vil lesa þannig að sé ekki blokk og þá er þetta frekar í fjær. Skulum ekki alveg taka hann að lífi fyrir þetta. Nei, fínt skot hjá honum. Þetta er bara léleg vörn, skilur við. Það er það sem mér finnst. Já, 2 línur hérna. Monsi leysir út aftur. Já, svo fer hann út. Fósteinn áfram áræði. Þetta er fríkast. Ég vilja fá 2 mínútur eða eitthvað. Við sjáum þetta hérna. Já. Það setur bara einhvern svona líkamann í þetta einhvern veginn. Það var svona svolítið skrítið samstuð eitthvað. Já, ég ætla bara ekki að segja neitt um þetta. Það treysta dómur hún. Fæst orð bremjist ábyrgð. Hárrétt Herbert. Já, það eru aggressífir hérna varnarlega. Hafþór er langt úti. Hafsteinn. Já.
Góð vörn Þarf hérna ekki- með hann líka þarf ekki 1,5. Já. Það spilaði hann og þarna, Hafsteinn var mættur alveg á ferðina. Já, Lína á dag, já, ég held að sé rétt. við litla gleði stjórnumanna. Er þá hendi ekki, nei, það er ekki, hendi fer ekki niður. Nei, hreyfillin er uppi. Já, góð vörð hjá Tandra. hann Tandra kom að taka ykkur- margar árásinnar hana. Fjóra-fimm lögulega stöðanir hérna. Ég Já, ekki ágætis hugmynd að hætta að sækja um hann. já, það væri alveg eitthvað þægilegt. Komið sér í eitthvað annað. Já, sjáum hérna að stilla upp fyrir. Já. Vel varið. Já, nú fyrir hendi niður og ný sókn. Þeir geta nánast spilað út þessa sókn og þetta jafnanleik. Já. Gunni Magn Leikli. tekur leikli. Erum við að fara að fá fyrsta jafnteflið í þessu móti? Það er góð spurning. Það er nú bara það, sko. Hvað erum við að fara að sjá í síðan sókninni, Heppi? Hvað er Gunni Magga að læna upp hérna fyrir okkur? Spilarinn geta sama og hann er búinn að vera að gera hérna. Kairó tvöfalt þar sem að Monsi byrjar inni og Rikki svo út. En ég myndi reyna að fá árásin á einhvern annan stað en Tandra. Já, og fá Tandra út í tæklinguna og boltan bara spila hratt yfir á Hafstein og hann í skoti jafnvel, sko. En 7-6. Þetta er æfing á mót, þetta er gott moment kannski til þess að æfa þessa leikstöðu. Nákvæmlega. Því þess að verði mikið af svona leikjum í vettur, þar sem að þetta verður breytt margt til eða frá. Það er ekki 7-6 allana. Sýnist hann Bjarki vera þannig bara. Já. Þeim er alltaf að fara í 8-6. Maður hefur séð að gerast að markmaðurinn gleymir að fara út af. Það hefur komið fyrir. Hann stillir sér upp þarna, allir þetta sé ekki eitthvað svona. Ég held að Þorsteinn Gauti sé að fara að slúta þessu svo. Eða sterklega á tilbyrjunni. Ég myndi allan að setja peningin minn á það. Já. Sjá, þetta. Monsi kemur inn. Ekstra milli þreistana, svo kemur Kairóið. Hafþór fyrir hérna út, fyrir hátt út í Þorsteinn, Leo er hátt líka. Já. Já, þeir ætla bara að negla Hafstein hérna. Og svo núna maður mann. Já, ég hefði viljað fá maður mann þarna, sammála því. Hörku skot, ekkert dæmt, markmaður á hann, þessi leikur er búinn. Já. Það er ekkert að pressa afturrættingu eða þeir eru bara fyrir einhverja varnarskiptingu og eitthvað. Þarna klárast þetta. Allt og lengi að koma sér upp völlinn og... Leikli. Leikli. Já. 11 sekundur eftir. Já, það er kraftaverk að ná að klúra þessu. Það eru 2 sendingar og 1 riffl og málið er látið. Hörru, þá eru þeirra Stjarnan virðist vera að sigla í sinn fyrsta sigur. Já. Sem að tryggja þeim á 3. sæti mótsins. Það ekki? Jú. Lemstra liða afturrættingar svona, vængbrotið svolítið, lendið þá í 4. og við fáum bara hrein úrslaleik hérna eftir. Nei, það fer eftir í hvernig Haukar FH fer. Já, segjum bara að þetta sé úrslaleikur. Já, nei, ég er að segja út af því að Stjarnan tapar með 2 fyrir FH, sko, hinn vinna með 1, þannig að ef FH, Stjarnan og Aftureldingar lenda öll með 1 sigur, þá myndi ég halda að Stjarnan væri neðst af þeim. En það skiptir ekki öllu. Skiptir akkurat engu. Nei. Já, þeir bíða með 2 hérna frammi, Leo og Hafþór og... Jæja, áfram gakk segi ég. Áfram með smjörið. Gefur Óla Bjarka og svo kemur Dagur sannlega inn í boltan eða ekki. Já, sending, Hafþór dribblar. Herðu, þetta er Hafþór missi boltan. En Óli Bjarki gerir hrikalega vel hérna, brýtur bara löglega á honum. Já. En þeir gerðu sitt besta. Það var athyglisvert að nánast í að tapa þessu 10 sekúndum. Þorsteinn virðist vera, Leo, hann er að taka sér Harpiks. Fáum við eitthvað hérna skemmtilegt hérna. Já, við fengum eitt gott hérna í lok fyrir alveg sáðan.
Það var enda aðeins næði, það var nú bara á punktalínu. Þetta á 14 metrum sko. Ég sé þetta ekki fara í netið. Nei. En aldrei að segja aldrei. Eitthvað hefur nú gerst áður samt. Já. Sérðu hérna, nær hornið. Já, hann markmaður í markinu líka, má ekki gleyma því. Já. Yes sir. Yes sir. Leiklokið við sigri Stjörnuna 25-24. Við komum hérna hvað, 16:30 Herbert með stórleik Hauka og FH. 16:15. 16:15. Kannski förum í lofti kannski í kringum svona... Kringum 16? 16, einhver staðar þar. 16:05. Já. Eitthvað svona þar. Yes sir. Yes. Takk fyrir. Yes, segð það. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig Jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill